veru, í staðinn fyrir að hafa prédikun og svo biblíu rannsókn strax á eftir, þá ætla ég að nota tækifærið og vera bara með þessa biblíu rannsókn vegna þess að það er heil prédikun inn í henni og ég vildi gjarnan klára þetta efni, við byrjum á þessu síðast og ég vil gjarnan klára það í dag. En það er efni fyrirgefninguna og við vorum að skoða þarna síðast að vorum komin að því að hvernig það ef við fyrirgefum ekki, hvernig það hefur áhrif á heilsun okkar. Bókstaflega segir í þessari, þetta er í raun og veru námskeið, þetta er sett upp í námskeiðsform hérna og við höfum verið að taka þetta fyrir hérna svona cirka 2 í mánuði hér í Boðunarkirkjunni, að það segir í þessu námskeiði eða af þessum sem hanna þetta að það hafa verið gerðar ótal margar rannsóknir á því og síðustu rannsóknir það voru 45 rannsóknir sem voru gerðar á hvernig það að fyrirgefa ekki, hvernig það hefur áhrif á heilsuna. Og læknar í dag eru bókstaflega farnir að tengja þetta saman að þegar að til að mynda fólk kemur inn til þeirra og eitthvað er að, þá er þetta stundum spurning hjá þeim læknum sem að skilja þessa tengingu, hvort að það þurfi kannski að eiga sér stað fyrirgefning í lífi fólks. Og við fórum að skoðum það í síðast hérna á laugardaginn að það var kona sem að hafði fengið krabbamein og læknirinn sagði við hann að þetta er tengt því að þú getur ekki fyrirgefið. Og við vitum kannski ekki það að hvort að þetta sé svo eða ekki. Og ég er ekki að alhæfa hér í dag hvort krabbamein sé tilkomið að þessum völdum, alls ekki. Það er meira þannig að krabbamein getur verið að mörgum völdum og það getur verið allskyns orsakir. En eitt sem að læknar eru að komast alltaf betur og betur að hugur og sál er algjörlega tengt og þeir get ekki lengur loka augunum fyrir því að allt sem við hugsum, tilfinningar okkar, hvernig það setja staði líkama okkar, hvernig við spennum okkur upp, þegar við farin að mæla hjartslátt fólks til að mynda, þegar fólk talar erfið málefni, hvernig hjartað og blóðþrýstingurinn hækkar allir verulega upp og það hefur mikil áhrif á hjartað og getur valdið hjartasjúkdómum. Þannig að þeir eru bara farin að mæla þetta beint á fólki. Þegar að fólk í meðferð, þegar það að tala erfiða hluti, þá gerast ýmsir hlutir í líkama okkar. Og þessi hérna, glæra hérna, ég er komin hérna að því að þetta hefur svo sannarlega líka áhrif á geðheilsu okkar, ekki bara líkamann okkar, heldur á geðheilsun okkar að geta ekki fyrirgefið. Og það sem að gerist er það að þegar að við getum ekki fyrirgefið öðrum, að læknar hafa komist að því að það er nákvæmlega sama sem á sér stað í líkamann okkar eins og þeir eru mjög stressuð. Þið vitið hvernig það er eins og allt sé í spennu í líkamannum, að það er sama áhrif sem að það get ekki fyrirgefið hefur áhrif. Og ef við erum alltaf í þessu ástandi árum saman, kannski 30-40 ár, eins og líkaminn sé útspennt og úttaugaður, að þá er ekki von á góðu þegar heilsan fer að gefa sig. Ég sagði frá því hérna síðast að er það nema furða að mikið af sjúkdómum eru í raun og veru að koma upp þegar að fólk er komið kannski yfir miðjan aldur, að fólk er búið að glíma við andlega hluti í kannski áratugum saman, hefur það bælt niður í hluti sem að fara síðan að koma niður á heilsunni eftir miðjan aldur, svoleiðis að það er það sem læknar sjá. En þannig að það er mikil tenging á milli hjartasjúkdóma og þess að fyrirgefa ekki. En þetta er það sem læknar segja og þetta er það sem rannsóknir segja. En þegar við fyrirgefum ekki, þá svara líkaminn því alveg eins og hann myndi svara stressi, eins og ég segi. Áhrif á hjarta- og æðakerfið, það hefur bein áhrif á hjarta- og æðakerfið. Flæði á stresshormónum valda því að mun meira hætta verður á kransæðastíflu, þannig að það eru svokallað stresshormón sem að líkaminn framkallar
Og nú ætla ég að útskýra pínulítið hvað ég að meina með því að þegar við erum kannski, getum ekki fyrirgefið og við erum stressuð. Það þessi tilfinning að í gegnum lífið að þá það þannig að öll höfum við minningar eitt og annað. Og þessar minningar eru svona eins og skjótu kollinum alltaf svona öðru hvorum. Og meira segja oft á dag kannski getum við hugsanir sem að, já, eitthvað frá því við vorum yngri eða þegar við vorum í æskunni og við kannski hugsum erfiða hluti og líkaminn hann bregst þannig við, hann spennir sig upp þegar hann hugsar þessar hugsanir, óþægilegar hugsanir, einhvern veginn klímir líkaminn við óþægilegar hugsanir. Og það það sem að gerast hér. Flæði af stresshormónum valda því að hreinlega að það getur orðið hætta á kransæðastíflu. Og þetta það sem að fólk kannski gerir sig ekki grein fyrir, það að hugsa eitthvað yfir daginn og það gerir sig ekki grein fyrir hvernig líkaminn að bregðast við. En þetta það sem að gerast. Og þegar skortur á fyrirgefningu þá bera margir sálarbyrðar. Já, það eru svona erfiðleikar að geta ekki fyrirgefið. Þetta eru gríðarleg byrði að geta ekki fyrirgefið. Hvernig getum við losnað við þessar byrðar? Svarið eitt orð og það fyrirgefningin. Ég ætla að segja ykkur sögu konu sem að heitir Edith Eva Eger. Hún sem sagt, þegar hún var unglingur þá gerist það að hún var gyðingur. Þá gerist það að hún send ásamt móður sinni og systir og í útrýmingabúðirnar í Auschwitz í Póllandi. Þegar þær komu í búðirnar, þær mæðgurnar, 3, þá stóðu þær í röð og biðu eftir fyrirmælum. Og einn vörður benti móður hennar á að fara til hægri og en dætur hann að fara til vinstri. Edith vildi ekki vera aðskilin frá móður sinni og reyndi að fara til hennar. En vörðurinn skipaði henni að fara með systur sinni, Sigrid Magda, en móðurinn að fara í sturtu. Eftir smá stimpingar þá hlýddi Edith. Þegar móðir Edith sneri ekki aftur spurði hún, hvar mamma? Hvar móðir mín? Og einn fanginn svaraði, sérðu reykinn sem kemur upp úr strompinu þarna? Þetta mamma þín. Svolítið kuldalegt, hræðilegt. Tíminn í Auschwitz var erfiður. Skortur á mat, hræðilega aðstæður, andleg vanlíðan, langar göngur. Af því að Edith var ballerína, þá var hún beðin að dansa fyrir doktor Mandala, sem hafði í raun þannig séð bjarga lífinnar, því að hann var sá sem sagði móðir hennar að fara til hægri en dæturnum að fara til vinstri. Og hann hafði launaði henni með brauðbinda að dansina því hann lét hann að dansa fyrir sig og það sem að hún gerði var í stað þess að hugsa að hún væri þarna að dansa í útrýmingabúðunum þá ímyndaði hún sér að hún væri stödd í frægu leikhúsi og þannig einhvern veginn komst hún í gegnum þessa lífsreynslu og hún segir í útrýmingabúðunum voru við eins og skepnur, rifjar hún upp. Þó henni verið sagt að hún myndi fara út sem lík, þá misti hún aldrei húmorinn, segir hún. Einu sinni þegar verið að taka blóð úr þeim, eins og var gert úr föngunum, það var murka bókstaflega líf úr þeim. Það var tekið blóð úr þeim, það var allt gert utan fólk. Það var gert fyrir þýska hermenn. Og þetta var gert 2 í viku, hugsið ykkur. Og þá sagði hún, með mínu blóði þó ég að veðja þið muni aldrei geta unnið stríðið. En til að mynda og nú ég að rifja upp hugsanir og minningar hennar sem að hún man úr þessum útrýmingabúðum. Hún man til dæmis eftir því að einu sinni var verið að tattúera fólk eða húðflúra fólk eins og var gert, það var merkt með húðflúri og þá var það einn fanginn segir við hennar að það tekur ekki að eyða bleki á þig, þú verður dauð innan skamms. Og þannig voru skilaboðin stanslaus til hennar og þeirra sem voru þarna að þetta væri einskis virði þeirra líf og svo framvegis. Og þarna hún ung stúlka. Eitt skipti var Magda mjög hungruð og baði mat og það systir hennar
Og þá var það Edith, hún klifraði við vegg til að ná í nokkra gulrætur. Þegar hún sneri tilbaka þá var hún barinn svo harkalega að hún gat aldrei dansað framar, hún sem var ballerína. Daginn eftir, já, þá gaf vörður henni brauðhlið en sagði við henni að þú hlýtur að hafa verið mjög hungruð til að gera það sem þú gerðir í gær. En það var hræðilegar afleiðingar af því að fara þarna við vegginn. Það segir hérna að margir fanganna sem hefðu haldið lífi af veikum mætti, eins og Magda og Edith, þau dóu undir lok stríðsins. Og líkaminn þeirra var raðað upp eins og eldinni, bara svona onan hvern annan, svona í bunkum og svona í stæðum. Og 3. maí 1945 þá fór einn amerískur hermaður framhjá einum af þessum hrúgum af líkömmum og þá sá hann smá hreyfingu á hendi. Hann áttaði sig á að þessi vannærði líkami var líkami af 17 ára stúlku sem hét Edith. Það var farið með hann í skyndi til læknis og henni var hjúkrað. Hún komst lífs af og eftir að hafa náð sér þarna, þá fluttist hún til Bandaríkjanna og það sem hún tók að gera þar, svona þegar hún fór út í nám, var að hún fór að læra sálfræði. En í 30 ár, þó hún hafi verið að læra sálfræði og starfað sem sálfræðingur, þá gat hún ekki talað Auschwitz. Bara, það kom ekki upp úr henni, neitt þessa hræðilegu minningu. Hún rifjar upp, ég var ónæm fyrir tilfinningum og ég gat ekki fundið til neins í raun og veru. Og ég var bara frosin. Það sem sagt hafði þau áhrif að öll nánd í hjónabandi mínu, það var engin nánd, ég gat ekki verið náin neinum, sá hún. Og eftir, já, hún segir þetta hafi verið svona krónísk reiði sem að gagntók hana. Hún var svona eins og gísl eða fangi. Og hún segir, eftir 30 ár, þá var ég ennþá gagntekin af reiði. En svo gerðist það, hún var beðin að fara til Þýskalands aftur. Og það var einhvers konar svona minningarathöfn fangana í Auschwitz, 30 árum síðar. Og það var þá að hún varð við þeirri bón og hún varð að horfast í augu við tilfinningar sínar. Þessar tilfinningar sem hefðu hlaðist upp öll þessi ár og hún hafði ekki getað sagt neinum frá, jafnvel þótt hún væri þjálfuð sem sálfræðingur. Hún sagðist hafa farið til þeirra staða sem að hún hafði dvalið á og þetta allt einhvern veginn svona opnaðist fyrir henni. Hún hitti pólskan hermann þarna og hún þurfti að rifja alla þessa lífsreynslu upp. Hún fór inn á staðina þar sem hún og systurinnar hefði þurfti að búa á og þetta var svona mikil lífsreynsla fyrir hana. En sem sagt, það var þar í Auschwitz sem hún tók ákvörðun í raun og veru að fyrirgefa. Hún vildi halda áfram með líf sitt og hún vildi losna úr fangabúðunum í raun og veru því að hún var ennþá í þeim 30 árum síðar. Og hún hugsaði, ég neitaði að vera gísl og fangi fortíðarinnar. Það var ekkert annað sem hún var. Hún var ennþá fangi. Og hún gerði sig grein fyrir því þegar hún kom þarna í fangabúðurnar að hún var ennþá stödd þarna eftir allan hennar tíma, þó svo líkaminn var ekki staddur þarna. Það í lagi að fara í gegnum reiði vegna fortíðarinnar. Það er ekki í lagi að festast í reiðinni hins vegar. Það eitthvað sem hefur ótrúlega slæm áhrif á heilsu okkar og líðan. Og það segir hérna, við búum til okkar eigin gereyðingabúðir oft á tíð. Við þurfum ekki að hafa gengið í gegnum hræðilega lífsreynslu og Edith, en allt sem við höfum gengið í gegnum, það sem fólk hefur sært okkur með, það sem fólk hefur hafnað okkur eða gert okkur, það sest að í hugsunum okkar, í líkam okkar og við erum svona eins og stödd í okkar eigin útrýmingarbúðum. Hún sagði, ég hef val það að verða fórnarlamb eða sá sem kemst af. Og Edith hún ákvaða að komast af. Og þannig að það var hennar ásetningur og val. Það segir hérna, farðu aftur í ljónagrifina, horfðu í augun á ljóninu og skellt upp úr. Þetta svona smá svona líkingarmynd að hvernig hún
fór að því að í raun og veru takast á í þessa lífsreynslu að hún bara ímyndaði sér þetta svolítið svona eins og hún væri að fara aftur á staðinn, takast á við þetta í staðinn fyrir að kikna undan því öllu og láta þetta hafa sömu hræðilega áhrif á eins og þessu alltaf, þá ákvað hann að svona hlæja bara við þessu og svona breyta þessari lífsreynslu yfir í eitthvað allt annað. Útrýmingarbúðirnar í huganum þínum og lyklarnir í vasanum. Þannig það. Að fanga hvað maður segja, hvað kallast það, fangaverðirnir, þeir sem sagt höfðu lyklana á sínum tíma. En það sem að gerist þegar hún fór úr fangabúðunum, þá hafði hún lyklana. Og hún gat valið hvort hún væri stöddar eða ekki. Og svoleiðis að það voru ekki lengur fangaverðirnir sem voru við stjórn. Fangaverðirnir eru raunverulega fangarnir. Ef ég myndi hata í dag, þá væri ég ennþá fangi. Svo hún vill ekki vera áfram fangi. Hugsa ykkur þessar hræðilegu lífsreynsla að gangi gegnum þetta þarna í Auschwitz. En fangelsun leiðir af sér frelsun, af sorg koma sigrar. Það þannig að þegar við komum út úr fangelsi, þá gerist það að við upplifum frelsi. Það ekkert annað. Og það var það sem Edith upplifði. Hún eignaðist allt í einu frelsi í lífinu. Og af sorg koma sigrar. Það þannig að við höldum stundum að það sé ósanngjarnt að gangi í gegnum sorgarstundir og reynslur og svo framvegis, en það þar sem sigrarnir koma. Og við erum kannski ósátt og börmum okkur yfir því að þurfa að gangi í gegnum ýmsa hluti, en þar koma sigrarnir inn í líf okkar. Og andi ófyrirgefningar og fjandskapar rótin af því að fólk biturt eða hatursfullt. Ég talaði þetta síðast að það hægt að hafa ýmsan anda í sér, eins og Jesús fór á milli þegar hann var að hefja þjónustu sína og rak út illa and úr fólki. Og það sem ofta að gera, það getur verið andi gagnrýni í fólki, andi vonleysis, andi alkohólandi, hvaða andi sem en það líka til andi ófyrirgefningar. Að þegar við höfum þetta eins og Edith, í öll þessi ár þegar hún gat ekki fyrirgefið, þá var það ekki bara hún gat ekki fyrirgefið fólkinni í Auschwitz, hún gat ekki fyrirgefið neitt. Það gat enginn fengið fyrirgefningu í henni. Hún gat ekki gefið neitt af sér, ekki eiginmanni sínum engum. Þannig að við þurfum að gæta því hvaða andar eru innan með okkur. Og hvað til ráða við biturð? Jú, það eru mörg ráð og þetta eru svona atriði sem að við langar til að þið takið, jáfnvel ef þið punktið niður. Það að halda dagbók, að fá hjálp þeirra sem eru þjálfaðir til þess og að verðu á verði í andlegum málum þínum. Sem sagt, ef við vinnum úr okkar lífsreynslu með því að skrifa niður, og það segir í þessari leksju, þessu námskeiði, að halda dagbók og skrifa til Guðs, hvorki meira né minna. Skrifa til Guðs allt sem hefur sært þig í lífinu. Já, ekki skilja neitt út undan. Skrifaðu allt niður sem hefur sært þig í lífinu, allir sem hafa sært þig, hvaða erfiðu lífsreynslu þú hefur gengið í gegnum. Þetta þurfti Edith að byrja að gera þegar hún var að muna allt sem fangarnir gerðinni þegar þeir sögðu þú ert einskis virði, það borgar sig ekki að kasta bleki á þig og þú ert að fara að deyja, þannig mamma einn, hún reykurinn þarna. Hugsa ykkur allar þessar minningar sem henni langaði ekki til að muna, það þurfti hún að byrja að rifja upp. Og það akkurat svona sem við þurfum að byrja að gera til að fá lausn við fyrirgefning, til að finnast að við getum fyrirgefið öðrum og fyrirgefið lífinu bara í raun og veru fyrir að koma svona fram við okkur, að þá þurfum við að byrja að hleypa þessum hugsunum aftur upp, öllu sem var erfitt, skrifa þetta allt niður og segja Guði frá því. Guð, mér fannst þetta erfitt og mér fannst þetta ósanngjarnt. Og það þá sem að Guð getur komið inn í þína aðstæður. Og svo mjög mikilvægt líka að leita til mannesku sem þjálfuð sérstaklega til þess að leiðbeina þér í sálrænum málum. Og það eru sálfræðingar og geðlæknar og margir prestar sem hafa þjálfun í þessum hlutum og verða á verði í andlegum málum þínum. Við þurfum að vera
mjög vakandi þegar kemur að því hvernig á hvaða ferð við erum, á hvaða vegferð við erum. Hvar er ég stödd eða staddur í lífinu núna? Hvað er ég að gera með líf mitt? Og þar kemur mikið inn lestur Biblíunnar, vegna þess að Biblían gerir ekkert annað en að dæma hugsanir og hugrenningar hjartans. Biblían er fullkomni mælikvarði á hið góða, fagra og fullkomna. Og þegar við lesum Biblíuna, þá byrjar Guð að kenna okkur. Hann fyrir að sýna okkur á hvað leið við erum. Og það er ekki fyrir að við einhvern veginn fá hugsanir Guðs inn í okkur að við getum allt í einu farið svona inn á réttu leiðina. Það er ekki okkar eigin hugsanir sem kom okkur inn á réttu leiðina. Það eru hugsanir Guðs og vilji hans með okkar líf. En þannig var það að dóttir og móðir, þær voru að rífast eða í baráttu við hvor aðra og móðirin hafði móðgað dótturina með einhverju sem að dóttirin gat ekki fyrirgefið henni. Hún gat engan veginn fyrirgefið henni. Og móðirin vildi sameinast dóttur sinni eða vildi gera upp við hana, en dóttirin því neitaði fyrir það. Hún vildi ekki ræða við móður sína, ekki í gegnum síma, ekki gegnum bréf eða neins konar samband vildi hún hafa við móður sína. Hún í raun og veru ákvað að skilja við móður sína, svona eins og þegar skilnaður milli manns og konu á sér stað, að þau segja bara blessa hvort annað, hinga ekki lengra, þú ert út úr mínu lífi. Þannig hafði dóttirin ákveðið að gera þetta. En það sem er að gerast í svona aðstæðum er að þarna er raun og veru tveir einstaklingar sem þarfnast hvors annars, en andi ófyrirgefningar er á ferðinni. Og það sem í raun og veru er að gerast, eða hefði þurft að gerast, var, og svona heilsusamlegri aðferð er svo að fyrirgefa hvor annari, jafnvel þó svo að það verði ekki náin samskipti. Því að það er það sem að fólk heldur alltaf, að þegar maður fyrirgefur einhverjum eitthvað, að þá þurfum maður aftur að fara bara umgangast viðkomandi eins og bara daglega og allt þurfum bara að láta eins og ekkert hafi gerst. Og fólk segir, mér dettur það ekki til hugar, að láta bara eins og ekkert hafi gerst. En það er ekki það sem við erum að tala um. Það er verið að tala um að það eru margir möguleikar þarna. Það eru sá möguleiki að halda áfram og umgangast jafn náið. Og það er líka sá möguleiki að bara fyrirgefa en sætta sig við það að samskiptin er ekki og verða ekki jafn náin eftir sem áður. Og þessi Philip Yancey, hann er sálfræðingur og hann hefur verið að spyrja þessar spurningar. Af hverju eigum við að fyrirgefa? Og ég minna það eru margir sem getur spurt svo lýst þetta. Af hverju? Til hvers? Jú, það nefnilega stoppar þetta ásakana og sársaukahjóli vegna þess að þegar við getum ekki fyrirgefið einhverjum, þá er hugsanir stífellt að skjótast upp í koll okkar sem að lúta því að við erum alltaf að hugsa, já, hún gerði með þetta, hann gerði með þetta, já, ég man hvernig þetta var, og þetta og þetta og þetta, og það er verið að tína endalaust upp hluti og þetta er svona svo hjól sem stoppar aldrei. Og og við höldum að þetta hjól gerir bara að það er verkum að það minnir okkur á það út af hverju við þurfum ekki á þessari manneskju að halda. En við sjáum ekki að þetta hjól er að þetta hefur svo mikil sársauka áhrif á okkur sjálf. Að vera alltaf að minna okkur á allt sem allir hafa gert okkur rangt. Þetta er hræðilegt að vera stanslaust í sama hjólinu. Og hann segir líka að það frelsar þann sem biður fyrirgefningu frá sektarkennd. Og þú endurskapar manneskjuna sem þú fyrirgefur úr skuldara í mannesku sem þarfnast þín. Það sem gerist þegar þú fyrirgefur, að manneskjan sem þér finnst að hafi gert á hlutin, hún er í raun og veru skuldarið þinn. Þú hugsar þannig þegar þú ert alltaf í hjólinu, alltaf að ásaka, alltaf að minna sjálfa þig á vegna hvers þú er ekki að fyrirgefa manneskjunni. En þegar að þú fyrirgefur manneskjunni, þá verður hún allt í einu manneski sem þarfnast þín. Af hverju verður hún það? Jú, vegna þess að við þurfum öll á að halda að fólk fyrirgefa okkur. Við þurfum svo mikið á því að halda að aðrir fyrirgefa okkur. Þannig að þegar þið fyrirgefa öðrum, þá hafið þið gert eitthvað fyrir aðra.
aðrir þarfnast þess. Og það eru skref í fyrirgefningu vegna þess að fyrirgefningin hún kemur ekki bara 1, 2 og 3 og bara, þetta er ekki bara svona einfalt. Það er sem sagt að fyrsta, farðu í gegnum neikvæða tilfinningar þína sem getur verið að lama líf þitt, það er eins og ég sagði hérna áðan. Og ákveðdu hvort þú viljið frelsi frá þessum neikvæða tilfinningum, þetta er val. Þetta er nefnilega val, að fara fyrst í gegnum þær og kannski skrifa Guði bréf. Ég veit þetta er heilmikil vinna og margir fresta þessu áratugum saman að gera eitthvað svona. Þangað til að þeir loksins hugsa, nú ætla ég að gera eitthvað, ég ætla að gera þetta fyrir mig. Ekki fyrir þann sem að endilega kannski þarfnast þess. Ég ætla fyrst að hugsa mig, að bjarga mér svo ég geti jafnvel bjarga öðrum. Og það er að ákveða hvort við viljum frelsi frá þessu neikvæðu tilfinningum. Þetta er nefnilega ákvarðanir, þetta er svona skref, fyrst að muna erfiðu hlutina og svo ákveða. Hvort við viljum það raun og veru. Segðu Guð þú viljið gefast upp og gefa honum sársauka þinn. Segðu ég hef ákveðið að losa mig við fortíðina og halda áfram með líf mitt. Ég ákveða að fyrirgefa, þetta er val mitt. Er ekki gott vinir að það er alltaf nýr og nýr dagur á hverjum degi. Við höfum alltaf tækifæri til að byrja upp á nýtt. Við höldum og óvinnurinn lýgur því kannski að okkur daglega að við höfum ekki tækifæri. Við getum ekki byrjað upp á nýtt. Við séum alltaf stödd í sömu súpunni. Ó nei, Biblían og Guð er alltaf að segja okkur að við getum alltaf byrjað upp á nýtt á hverjum einasta degi. Það er bara nýtt boð á hverjum degi. Og ég hef fyrirgefið honum eða henni, ég er frjáls og hugsa þessa hugsun, ég er frjáls. Ég er ekki bundin af því að þurfa að vera reiður eða reið. Þakka þér Guð fyrir að sjá alla hluti eins og þú gerir á réttum tíma og á þinn hátt Drottinn. Þannig að við gefum Guð þetta í staðinn fyrir að við þykjast geta séð þetta sjálf. Því að eina sem að gerist þegar við sjáum þetta sjálf er að við minnum okkur reglulega á það alla vondu hlutina sem að manneskjan eða manneskjurnar hafa gert okkur. Og það tætir okkur upp. Og 5. atriði, Drottinn, ég hef gert mörg mistök, sýndu mér þá sem ég hef sært. Þetta snýst ekki bara það þetta snýst ekki bara þá sem hafa sært okkur. Hverju hefur við sært? Og það er þannig að við erum stundum svo upptekin af öllu sem að aðrir hafa gert okkur, það er eins og minni okkar gjörsamlega tæmist hvað við höfum gert öðrum. Svo við þurfum bókstaflega að biðja Guð að sýna okkur. Sýndu mér Drottinn þá sem ég hef sært. Og Guð byrjar að minna okkur á það. Og vitið að þið sem að gangi með Guði og ég efast ekki hvert og eitt eitthvað gerir það. Tilfinningin þegar heilagur andi er að minna okkur á eitthvað. Að Guð kemur alltaf svona eins og herramaður með svona hugsanir. Hann kemur ekki eins og ásakandi og segir þú særði þennan og þú gerir þetta. Það er Satan sem talar svoleiðis við okkur. Guð kemur frekar með svona fallega áminningu. Þannig andi Drottins. Hann kemur og sýnir okkur það einhvers staðar. Við getum verið stödd inn í búð einhvers staðar og skyndilega munum við eftir manneski sem við kannski særðum. Og okkur langar að breyta og bæta fyrir. Og mér langar bara til að leggja sérstaka áherslu á það hérna í dag að Guð kemur ekki svona sem ásakandi. Það er Satan. Svo þegar þið finnið til samviskubits yfir einhverju, þá er það, og það herjar á okkur, þá er það líklega ekki rödd Drottins sem er að tala til ykkur. Guð kemur öðruvísi inn. Hjálpa mér að biðja þá fólk að fyrirgefa mér, já. Og það er hérna þetta vers í Efesus og ég ætla nú að flétta því upp. Er einhver með ritninguna sem að geti lesið það fyrir mig hérna? Efesus 4:32 eða á ég að fletta því hérna. Það eru kannski ágætt ef að þið væru með er einhver sem er með þetta komið? Versið segir og verið góðir hver annan og ljúfir í hjarta og fyrirgefið hvorum öðrum, alveg svo Guð í Kristi hefur fyrirgefið ykkur. Fyrirgefið þetta er ekki einn á íslensku. En þá
þannig það alls og Guð hefur fyrirgefið okkur, þannig eigum við að fyrirgefa öðrum. Við getum ekki ætlast til að Guð fyrirgefi okkur ef við fyrirgefum ekki öðrum. Við ásökum þau ekki lengur, ákærðin látin falla líkt og í dómsal, því að þegar við erum stödd í dómsal, þegar ákærðin látin falla, þá þýðir ekki lengur að rífast málið. Málið er látið niður falla. Og við viljum ekki lengur borga tilbaka. Það kemur þessi tilfinning upp að við höfum ekki þörf fyrir að hefna okkar eða láta viðkomandi gera sér grein fyrir því hvað hann hefur eða hún hefur gert okkur. Því að það er svo ríkt í okkur að vilja sem sagt að fólki sem hafa gert okkur eitthvað, að það gera sér grein fyrir því hvað það hefur gert okkur. En þegar við fyrirgefum öðrum, þá höfum við ekki lengur þessa þörf fyrir að borga tilbaka eða láta viðkomandi gera sér grein fyrir einhverju. Við lyftum upp dökka skínu sem hefur verið yfir okkur, við sýnum miskunn. Og er það ekki dásanlegt að geta gert þetta og gefa öðrum þetta, því að Guð gefur okkur þetta. Og í Rómverjabréfinu segir þess vegna, þá er engin fordæming fyrir þá sem í Kristi eru. Andi Drottins hefur sett mig frjálsa. Ég ásaka ekki heldur fyrirgef og horfi fram hjá særindunum. Ég fer frá tilfinningalegri fangavist yfir í frelsið. Þeir eða þær, hann eða hún hefur verið náðuð. Við erum að hugsa þannig. Það þýðir ekkert að hugsa það neitt öðruvísi. Að fólki sem að hefur verið eins og fangar í hug okkar, við ætlum að náða þau. Þannig var það með brenndu höndir. Að hún sem sagt eftir langt hjónaband kemur eiginmaður hennar til hennar og segir við hana, ég vil skilnað. Og Brenda gekk í gegnum allt það sem að hægt að ganga í gegnum þegar svona sjokk kemur upp. Hún trúði ekki sínum eigin augum og eyrum. Hún var bara dofin og gjörsamlega allar mannlega tilfinningar, svona reiðar og neikvæðar tilfinningar gekk hún í gegnum. Einmanaleika, reiði og höfnunar tilfinningar og svo framvegis. Og hún þetta var svo mikið áfall fyrir hana eftir öll þessi ár að hún vissi það að ef hún ætlaði að halda áfram í þessu hrikalegu vanlíðan þá væri ekkert líf sem biði hennar framundan. Svo hún ákveða að fara að hugsa fyrirgefninguna og það sem að hún hugsaði var það, ok, eiginmaður minn, hann hefur eyðilagt fyrri hluta lífs míns ef að hægt að líta svo á það. Ég leyfi honum ekki að eyðileggja seinni hluta lífs míns. Og hún byrjaði að skoða Jesú Krist og hvað Jesús Kristur gerir fyrir okkur. Og það fyrsta sem hún komst að var að Jesús fyrirgefur syndir. Hann fyrirgefur. Og þá hlýt ég að þurfa að fyrirgefa líka, hugsaði Brenda. Og það sem að gerðist að hún byrjaði að eignast svona fyrirgefningar anda, ekki ófyrirgefningar anda, heldur fyrirgefningar anda. Og þá hugsa hún svona, þegar ég gerir mig grein fyrir því hvað mikið Kristur hefur fyrirgefið mér, þá byrja ég að hafa löngu til þess að fyrirgefa öðrum. Það var ekkert öðruvísi, hún gat bara horft á Krist og séð þegar ég sé hvað hann gerir, þá langar mig til að fyrirgefa öðrum. Og ég fyrirgef, Kristur er mitt fordæmi. Hver annar geti verið mitt fordæmi? Geta verið annað fólk, vinkona mín, foreldra mínir, börni mín? Nei, það er bara Kristur. Hann er sá eini sem getur verið mitt fordæmi. Og þannig var það að Brenda, hún tók ákvörðun. Þegar hún var búin að ganga í gegnum það að sjá hvernig Kristur fyrirgefur og þegar hún ákveði að hafa hann sem sitt eina fordæmi, þá tók hún upp símann og hringdi til Parísar í Frakklandi. Og þar, á hinni línunni var hin konan sem hafði tekið eiginmann hennar frá henni. Og það var annarkvort að sökkva eða bjarga sér. Hún af einlægni hjarta síns sagði hún þessari konu að hún myndi fyrirgefa henni. Og hún óskaði henni og eiginmanni sínum alls hins besta í framtíðinni. Og það er þannig að þessi kona, hún sagði að þannig finnst mér lífið vera eins og hjá mér sá,
að við erum svona svo skip sem förum í gegnum lífið og skipin þau safna svona á sig hrúðri og þau þurfa að fara í hvað kallast það, fara í slip, já, akkurat, og það þarf að skrapa svona hrúðurkallana af skipunum, svoleiðis að þau verða fín og ný og eftir það. Þannig það einhvern veginn með okkur að svona reglulega þurfum við að fara í slip og láta gera og hreinsa okkur og til að geta haldið áfram að sigla í gegnum lífið. Og við höldum kannski að við getum bara að fara í gegnum lífið með allt þetta á okkur og haldið að það hafi engin áhrif á okkur, en ójú, það hefur mikil áhrif á okkur. Eins og læknavísindin segja bara fyrst og fremst á heilsun okkar, hvað þá á andlega heilsu. En ég kemst ekki lengra í dag, vinir, tíminn að fara frá okkur. Mér langar til að halda áfram þessa leksju þá næsta hvíldardag. Mér langar til að rétt að sýna ykkur ég næ ekki að fara alveg inn í leksjuna. Heldur það að það sem það hljóma kannski svona eins og klisja að Kristur sem sagt gat fyrirgefið. Hann var jú fullkominn. Af hverju gæti hann ekki fyrirgefið? Og okkur finnst við kannski ekki geta borið okkur saman við hann. En vitið vinir að kristinn dómurinn, það að ganga með Kristi, snýst að reyna að líkjast honum að öllu leyti. Og hann gefur okkur fordæmi með alla hluti, svo að hans fyrsta verk á jörðinni að fyrirgefa okkur. Og þannig að hann biður okkur það sama. Ef við eigum samleið, ef við viljum eiga samleið, segir hann, drottinn, þá verður þú að gera það sama og ég geri fyrir þig. Þú verður eignast minn anda ef við eigum eiga samleið. Svo ég þakka ykkur fyrir í dag.